kærleikur er kærleikur. Sög er líka sög. Sög er líka sög. Ljós er líka ljós. Þannig það er alls konar svona frasar sem menn nota. En ef við ætlum að skilgreina kærleikann, þá verðum að fara innan hjarta Guðs. Vegna þess að hann er í raun og veru sá eini sem að elskaði án skilja. Amen. Við töluðum mikið bænahús í sumar og ég fletti upp að bænahús er nefnt í öllum Guðspjöllunum. Þið getið fundið það í öllum Guðspjöllunum. Jóhannesi, Matteus, Lúkas og Markúsi. Þannig að þetta er eitthvað sem er mikilvægt í augum Guðs, að hans hús er bænahús. Og í Gamla testamentinu að þá var hans hús, húsið þar sem nafnið hans bjó, húsið þar sem eyru hans voru, húsið þar sem augu hans voru. En ég ætla ekki að segja pæla, ég ætla ekki að segja það. Nei, ég ætla ekki að segja það. Ég var að hugsa, bænahús er staður þar sem framfer og fór, ef þið lesið í Postulasögunni 2:42, þá komu þeir saman, það var kennsla, það var samfélag, það var bæn og það var eitt í viðbót, það var brotning brauðsins sem að í raun og veru minnti á það sem Jesús Kristur hafði gert. Brotning brauðsins eða altarisganga eins og er talað í kirkjunni, það er að brjóta brauð og það er að drekka í minningu hans. Og það er til þess að minnast sáttmála sem áður hefur verið gjörður. Þannig í bænahúsinu þá er þetta í gangi, kennsla, bæn, samfélag, brotning brauðsins og tilgangurinn með öllu þessu er að gera lærisveina. Lærisveinn er einhver sem er alltaf að læra og hættir aldrei að læra. Þið vitið það kannski að gallinn í dag er að þeir sem að ekki fylgjast með, þeir heltast úr lestinni. Þú verður í dag á þessari tækniöld að þá verðuru að fylgjast með. Ég á vin sem ekki klikkar. Ég á vin sem að faktist neitaði að læra á tölvu á sínum tíma og núna finnur hann sig svona út úr heiminum. Hann er ekki eiginlega með í því sem er að gerast. Og það eru margir sem neita að fylgjast með og margir sem að, bara missa af lestinni. En lærisveinn er sá sem alltaf er að læra. Og nú erum við að tala andlegt hús og andlega lærisveina. Og mér langar aðeins að koma hérna inn á samfélagi við Guð og sem sagt með þetta í huga. Í Sálmi 25, vers 5, að þá hrópar Davíð til drottins, og það er greinilegt að hann er lærisveinn, hann segir, lát mig ganga í sannleika þínum og kenn mér. Lát mig ganga í sannleika þínum og kenn mér. Ef við förum í vers 8, þá segir góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndur veginn og síðan segir í versi 12, ef einhver óttast drottinn mun hann kenna honum veg þann er hann á að velja. En við sjáum hérna að Guð er góður og hann vill vísa veginn. Ég veit ekki með þig, en það hefur komið fyrir mig að ég er út að aka, og þá meina ég ekki út að aka, heldur út að aka, og
ég á kannski hraðbraut og það koma skilti og ég gef mér ekki tíma til þess að hæja nógu mikið á til þess að lesa skiltin og konan mín gleymir að hún navigatorinn og á að lesa skiltið og segir, last þú það ekki? Og ég segi, nei, ég bara misti af því. Og stundum það þannig með okkur að við erum að flýta okkur svo mikið að við megum ekki vera að því að lesa leiðbeiningarnar. Við keyrum stundum lengi í ranga átt. Af hverju? Af því að við höfðum ekki tíma til að láta vísa okkur veginn. Og vitið það, þetta upplifun mín af því þjóðfélagi sem við lifum í dag. Guð góður, hann elskar alla menn og hann hefur sett sín vegarskilti eiginlega allstaðar. Og hann segir, hér vegurinn, farið hann. Og hann góður og hann vill vísa veginn, en hraðinn á okkur oft svo mikill að við höfum ekki tíma til þess að láta vísa okkur veginn vegna þess að ég verð að komast þetta og ég verð að komast þetta og mér alveg sama, nei, ég segi það nú ekki, en það virðist vera þannig að fólk bara æðir áfram í ranga átt, jafnvel árum saman. Það ekki merkilegt? Að það hvað á ég að segja, vegvísir og stundum upplifum við það að einhver snýr vegvísinum við og vill að fólk bara fari í ranga átt. Og fólk fer í ranga átt af því að einhver sneri vegvísinum við. Og á Íslandi það má segja að við kristin þjóð, en vitið þið hvert vegvísirinn bendir í dag, það sama hvert þú ferð, það ekki bent á Jesúm Krist. Vegvísirinn hann beinist að alls konar indverskum, hindverskum trúarbrögðum og það flott, það fínt. En Jesús Kristur, þessi eini sanni góði sem skapaði himinn og jörð, var við sköpun himinsins, jarðarinnar, hann of gamaldags. Það flottar að fara í jóga. En hvað jóga? Það bara hindúismi. Það ein leiðin til þess að komast út úr karma. Lestu þig til. Þetta trúarbrögð. Og jóga hefur sinn guð, sem einn af marga guði, einn heitir Síva. Og það gaman að kynna sér þessa trú, en það svo skrítið hvað margir spenntir fyrir þessu sem hefur fætt af sér í Indlandi, vosbúð, fátækt, dauða, konurnar lítillækkaðar, stúlkubörnin borin út. Þetta grunnurinn af þeirra trúarbrögðum og okkur finnst þetta miklu betra heldur en Jesús sem tók börnin sín til sín og blessaði þau, hélt á þeim, umvafði þau. Ekki tími komin til að við segjum með Davíð, drottinn, kenn mér, ég vil vera lærisveinn þinn. Ég vil vera lærisveinn þinn. Og ekki tími fyrir okkur hina kristnu að benda öðrum á að hér vegurinn og vegurinn Kristur og ég vil fara þann veg. Ég vil segja með Páli, ég vil bara ganga þá götu sem ég hef komist á. Og það besta sem hendi mig var þegar ég komst á þennan veg, þegar ég fann þennan veg sem var Jesús Kristur. Ég fann hann ekki að því ég var alinn upp á kristnu heimili. Ég fann hann ekki fyrr en ég tók þá ákvörðun að leyfa Guði að vísa mér sinn veg. Ég þurfti að segja drottinn, ég vil stoppa við og ég vil leyfa þér að vísa mér þinn veg. Ég vil leyfa þér það.
Og þegar við lásum hérna, Guð góður, þess vegna vísar hann syndur veginn. Sjáðu, Guð, hann svo góður að hann vísar jafnvel þeim veginn sem vilja ekki fylgja honum. Hann svo mikið kærleikur og hann umber allt. Hann samþykkir ekki allt, hann umber allt, það munur þar á. Sumir segja, ef ég samþykki ekki allt, að þá umber ég ekki. Jú, ég umber, vegna þess að ef ég myndi ekki samþykja, þá myndi ég bara lemja þig. En af því að ég umber, en samþykki ekki, þá brosi ég og ég segi, ég ekki samþykkur því sem þú ert að gera, en ég umber það og ég umber þig, ber virðingu fyrir þér. Sjáðu, það munur þarna á. En það alltaf verið að segja okkur að við elskum ekki ef við erum ekki sammála. Það rugl. Við getum elskað og verið ósammála. Hvernig væri annars hjónaband mögulegt, Sævar? Dísa. Jæja, en okkur hefur tekist að ganga saman öll þessi ár, núna 36 eða 7. Hvort það? Erum við sammála eða ekki sammála? Ég spyr hann á eftir. Það var 1980 og nú 17 og það var júlí, þá það 37. Það allt í lagi að hugsa stundum. Jæja, en við þurfum, ef við viljum vera lærisveinar, þá verðum við að leyfa Guði að vísa okkur veginn. Og Guð, hann getur aðeins leitt þig ef að þú sýnir honum þá virðingu að hlusta. Ef þú sýnir honum þá virðingu að stoppa og segja, ég ætla að lesa leiðbeininguna. Ég ætla að lesa og ég ætla að heyra hvað þú ert að segja, Drottinn. Málið orðskviðni 14 segja að margur vegurinn virðist greiðfær, og það oft þannig, það svo gaman að keyra, flottur bíll með cruise control og allt þetta, og það allt slétt og flott framundan, og vegurinn greiðfær. En ég man einu sinni eftir frétt og ég sá mynd, að fólk keyrði og það var flott brú, en á einum stað þá hafði brúin farið í sundur og sem sagt, fyrstu bílarnir, það var engin vegvísir kominn til að loka, fólk bara keyrði fram af. Vegurinn virtist mjög greiðfær og menn hafa eflaust verið að hlusta á eitthvað gott í útvarpinu og sólin skein og allt var svo yndislegt og þeir voru að fara á einhvern ákveðinn stað. Allt í einu var lífi þeirra lokið. Vegurinn virtist vera greiðfær en hann endaði í vegleysu. Og þetta var ófyrirsjáanlegt. En það margir vegir sem fólk á sem eru fyrirsjáanlegir og þeir virðast vera greiðfærir en fólk hlustar ekki. Ég heyrði mann daginn sem sagði mér að hann hefði varað dóttur sína við að giftast ekki þessum manni. Hún gerði það samt og auðvitað gerði pabbi það besta úr öllu. Eftir 8 mánuði þá var skilnaður og þá sagði stúlkan, pabbi, nú skil ég hvað þú áttu við. En það oft þannig að við erum ekki tilbúin að taka leiðbeiningu og kannski allra síst frá þeim sem elska okkur mest. Og þetta svo talandi dæmi það, sjáðu þið, mannkynið og Guð. Guð góði pabbinn. Guð góði pabbinn sem segir að þetta röng leið og farðu heldur þessa leið af því að hann vill okkur vel. En vandamálið með okkur mannkynið að alveg frá dögum Evu í garðinum, þegar púkinn eða höggormurinn var að tæla hana, að þá horfði hún á ávöxtinn, hún horfði á tréð, hún sá að þetta var flott, það var gott og fagurt á að líta, segir Biblían, þannig hún ákvað að taka. Hún ákvað að fara aðra leið heldur en Guð hafði vísað henni. Og þetta þannig svo oft í dag að við höldum að
leiðin sem við sjáum og þetta fallega sem við sjáum sé rétta leiðin, jafnvel þó að Guð hafi varað okkur við. Og ef hún hélt að Guð var að reyna að hafa eitthvað skemmtilegt af sér. Og margir segja, Biblían bara boð og bönn, ekki gera þetta, ekki gera hitt, en það ekki þannig. Guð, hann vill bara vísa okkur veginn, hann vill ekki hafa neitt af okkur, hann vill varveita okkur frá þessum vegi sem að endar á helslóðum, hann vill varveita okkur frá því að fara fram af brúnni, keyra fram af. Amen. Og ég vildi bara að fólk skildi þetta. Davíð skildi þetta, hann grét og hann hrópaði, kendu mér ó Guð, kendu mér ó Guð, kendu mér. Og ég vildi að væri fleiri sem segðu, kendu mér ó Guð, kendu mér ó Guð, ég vil vera lærisveinn þinn. Og það svo nauðsynlegt að koma inn á þennan veg og læra þekkjan. Og Biblían segir að vegurinn Jesús Kristur. Hann vegurinn, hann sannleikurinn og hann lífið. Og það var ein önnur hugsun í dag fyrir okkur að markmið fræðslunar alltaf að vekja kærleika af hreinu hjarta. Þetta fyrir 1. Tímóteusarbréf 1:5. Markmið Guðs þegar hann vísar okkur veginn alltaf af því að hann elskar okkur. Og þegar Biblían að kenna okkur, markmiðið alltaf kærleikur af hreinu hjarta. Markmiðið að vekja í hjarta þínu kærleika tilbaka til Guðs. Guð, eða Jesús, hann sagði, og við skulum fletta upp í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla, og hér Jesú að hann að fara frá lærisveinunum og nú hann að undirbúa þá undir það sem koma skal. Hann hafði alltaf verið með þeim, vísaði þeim veginn, hann sagði fylg þú mér og þeir bara fylgdu. En nú var Jesús að fara og nú þurftu þeir að fá annan leiðbeinanda. Og þessi leiðbeinandi sem að Jesús ætlaði að senda þeim, það segir hérna í 16. versinu í 14. kafla, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa þér annan hjálpara. Annan hjálpara. Ég að fara, nú fáið þið annan hjálpara. Þessi hjálpari var heilagur andi. Og í versi 26 þá segir, hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun sendi í mínu nafni, hann mun kenniður allt, minniður á allt það sem ég hef sagt yður. Okay? Hjálparinn andinn heilagi, andinn heilagi, einn hluti af Guðdóminum sem ósýnilegur og getur verið allstaðar. Og fólk á erfitt með hvernig getur ein persóna verið á mörgum stöðum. Hvernig getur þú verið á Facebook á mörgum stöðum? Sjáðu til, við erum að koma aðeins nær þessu sem að Biblían sagði okkur fyrir mörg þúsundum ára. Guð þarf ekki Facebook til að vera allstaðar. Guð getur verið allstaðar fyrir anda sinn. Amen. Þannig að hann mun kenniður allt og þessi, ég var að rifja upp að þessi heilagi andi, hann hjálpari, hann huggari. Viltu gefa honum tíma til að hugga þig? Hann líka fyrirbiðjandi. Hann fyrirbiðjandi. Við vorum að tala bænina í gær og við vorum að tala tungutal, þegar andi Guðs byrjar að biðja í gegnum okkur, að þá það heilagur andi, þá það ekki lengur við sem erum að biðja, heilagur andi, hann notar þig og biður í gegnum þig. Sjáu þið, já, stundum heyrum við það að einhver hafi talað í gegnum þennan og fólk fer á ákveðna fundi og segir, mamma talaði í gegnum miðilinn. Sjáðu, allt sem Guð gerði upphaflega, það kóperar djöfullinn, höggormurinn, afbakar til að afvega leiða fólk. Heilagur andi andi sannleikans og hann getur beðið í gegnum þig. Þú getur stundum bara
kropið á kné og það kemur hryggð yfir þig og þú byrjar að gráta. Það heilagur andi sem að vinna í hjarta þínu. Og hann byrjar að biðja. Þú kemur ekki orðum að því, þú veist ekki hvað að gerast. Og ef Guð hefur gefið þér þetta annað tungumál, þá byrjar þú að biðja á þessu öðru tungumáli sem Biblían kallar tungumál engla og tungumál manna. Sumir hafa talað á hebreusku, aðrir arabísku, aðrir á þessu tungumáli, en það tungumál. Guð veit alveg allt. Og hann getur gert yfirnáttúrulega hluti sem mönnum finnst vera alveg hræðilega kjánalegir og astnalegir. Eru það að tala í tungum, eru það að bulla eitthvað? Nei, andi Guðs að nota mig til að biðja eitthvað sem að ég get ekki höndlað í huga mínum. Andinn, hann notar anda minn til þess að biðja. Þannig hann fyrirbiðjandi, hann líka talsmaður. Hvað að vera talsmaður? Hann tekur upp hanskann fyrir þig. Hann árnaðarmaður, talsmaður. Og hann líka styrkur. Hann styrkur. Og hann það sem enskan segir standby, eða hann nærvera. Hann nærvera. Ég veit ekki hvort mörg okkar höfum upplifað það að við komum inn í nærveru Guðs og við finnum nærverans. Og heilagur andi, hann allt þetta. En hann líka kennarinn. Hann kennarinn. Og þegar að Guð hefur fengið að vísa okkur veginn og við erum komin inn á veginn. Biblían talar tvo vegu. Hún talar að Jesús Kristus vegurinn, sannleikurinn og lífið. Svo talar hún í Sálmi 1 veg. Þá segir sæll sá eigi gengur á vegi syndaranna. Það vegur sem syndararnir hafa valið sér. Þeir vilja ekki horfa á skiltið, þeir bara keyra áfram. Og Biblían kallar það rangan veg. Hún segir vegur syndaranna, hann endar í vegleysu. Sálmur 1, þið getið flettið upp. Hann endar í vegleysu. Þannig að þegar við erum komin inn á veginn, þá höfum við þennan kennara sem heilagur andi og hann vill kenna okkur alla daga. Hann vill kenna okkur, hann vill vísa okkur veginn alla daga. Og það eitt sem ein hugsun í sambandi við það. Nú erum við að tala andlega hluti. Ef að ég fer í skóla, ef ég fer í iðnskóla og ég læri að gera eitthvað, ég læri að vinna á rennibekk eða ég læri að lokksjóða, ég læri að skipta eitthvað eða hvað það Ég sé kennara minn gera það, nú ætla ég að gera það og eins og þetta var auðvelt og þetta virtist vera svo bara ekkert mál, en nú þegar ég fer að gera það bara kemur engin suða. Það bara hraunkögglar eða eitthvað og mér tekst ekki að gera það sem kennarinn gerði þó ég hafi hort á hann og þó það virðist vera svona rosalega auðvelt. Hvað ger ég þá? Hætti í iðnskólanum. Þetta bara bull, það ekki hægt að gera þetta. Við erum hættir að sjóða í dag, það búið að leggja það niður, sumir segja það. Hvað ég að tala um? Ég að tala um það að Jesús Kristur, hann sagði einu sinni, og nú fer ég aðeins svona afleið, hann sagði einu sinni við lærisveina sína, fariði þangað, og þeir voru í lærisveinaskólanum, fariði þangað, og svo segir hann við þá, læknið sjúka. Vá. Vitið þið hvað? Að það virkaði hjá þeim, eiginlega oftast. Það ein frásögn, þar sem segir að það virkaði ekki. En ég fór að bara pæla í því, fyrirgefðu, hugsa það, að kristnir, þeir lesa þetta og þeir segja, já, maður leggja hendur yfir sjúka, svo gerist ekkert. Já, það fann einn lausnina. Þetta var lækningar, það var bara eitthvað á dögum Jesú.
Nú förum við bara á spítala og notum lækna. Þetta er bara búið mál. En sjáðu til, ef þú ert lærisveinn, þá sættur þig ekki við það. Þú spyrð kennaran aftur. Það var maður sem ég elska, sem Guð var búinn að nota mikið til þess að lækna sjúka. Hann hét John G. Lake og ég les bókina hans aftur og aftur. Dag einn, þegar hann er orðinn 60, það voru þúsundir manna höfðu upplifað stórkostlegt kraftaverk af því að hann lagði hendur yfir þá. Þá gerist það að John Lake byrjar að missa sjónina. Og það ekki skrítið að lækningapredikarin, nú byrjar hann að missa sjónina. Vitið að þetta hefur gerst með marga lækningapredikara að þeir hafa orðið veikir sjálfur og sumir jafnvel dáið. Af hverju? Af því að höggormurinn, hann ræðst á til þess að segja fólki að Guðs orð virki ekki. Þá geta allir sagt, já, heyrðu, hann bað fyrir sjúkum og þeir læknuðust en hann dó sjálfur. Já, Guð vill ekki lækna alla. Það var greinilega eitthvað með þetta og bla bla bla. En sjáðu til, John G. Lake, hann fekk sér göngutúr einn á sunnudags eftirmiddegi og hann byrjaði að rökræða við kennarann sinn. Hann byrjar að rökræða við heilagan anda. Hann segir, ég veit að orðið þitt er satt og ég veit að það stendur í orðinu að sjúkir verða heilbrigðir þegar við biðjum fyrir þeim. Ég veit líka, Guð, að það er skömm að því ef ég verð blindur. Ég sem hef verið að leggja hendur yfir alla þessa sjúku, mér finnst vera skömm að því, Guð, ef að þú ætlar að láta mig verða blindan núna á efri árum. Ég meina, hann bara talaði hreint út við kennarann. Alveg eins og þú myndir gera, ég meina það skömmaði í kennari ef ég get ekki gert þetta ef að þú getur það. Ég meina, þú ert að læra. Af hverju ert að læra? Af því að þú ert verið eins og kennari. Þú ert að læra að vera eins og hann. Hann kemur heim úr göngutúrnum og hann var með fulla sjón. Guð, kennarinn, hafði snert við honum og hann hafði fulla sjón allt til dauða dags. Mér finnst þetta svo frábær líking vegna þess að þeir sem í raun og veru eru lærisveinar og þeir sem ekki gefast upp, þeir fá að sjá Guð starfa og þeir fá að sjá Guð grípa inn í. Sjáðu til þegar lærisveinarnir gátu ekki, sagði Jesús þá, heyrðu, nei, Guð er hættur að lækna strákar, þetta var bara fyrir hlutan af þjónustu minni. Nei, Jesús, hann sagði bara komið með hann til mín og hann sagði, ó þú vantrúa. Og hvað sagði hann? Kynslóð, ó þú vantrúa kynslóð. Hversu lengi á ég að umbera ykkur? Jesús var ósammála því að það væri ekki hægt að lækna mannin. Þannig að hann tók bara mannin til sín og hann læknaði hann. Þannig að ég trúi því, systkini, og ég vil bara segja það, að ef að við á þessari leið höfum ekki upplifað lækningu, þá þýðir það ekki að Guð sé hættur að lækna, það þýðir ekki það að Guð vilji ekki lækna þig, það þýðir bara það að við þurfum að tala við kennarann og við þurfum að læra réttu aðferðina til þess að snerta Guð og fá kraft Guðs hérna niður til að vinna með okkur. Það er bara það. Við höfum upplifað það, en svo upplifum við það ekki, en það þýðir ekki það að við ætlum að gefast upp, það þýðir það ef við erum lærisveinar, þá höldum við áfram göngunni og nú förum við aftur að lesa manúalinn. Hvað gerði ég vitlaust? Hvað er að? Og við byrjum að tala við kennarann. Er ég að gera rétt núna? Og sjáðu til að ef við höfum þetta hugafar, við hrópum með Davíð, drottinn kendu mér, ég vil læra, ég vil að þú vísir mér veginn, þá fáum við að sjá að Guð er góður. Það aðrir hlutir sem að koma upp í huga minn.
með lærisveinana og kennaran. Kennarinn var hógvær, hann var auðmjúkur og hann var hjartalítillátur. Lærisveinarnir voru oft hrokafullir. Þannig að þeir eiginlega representeruðu ekki kennaran. Þetta var nú svona góð enskusletta. Þeir komu ekki fram eins og kennarinn. Og þetta gott dæmi, sjáðu, þetta bara hliðstætt við lækninguna. Af hverju svona erfitt að læra að vera auðmjúkur? Þú segir, ég ætla að vera auðmjúkur, ég ætla að vera hógvær, og allt í einu færðu tækifæri til þess að sýna í raun og veru að þú ert góðviljaður og þú ert hógvær og þú ert auðmjúkur. Einhver gerir alveg hræðilega rangt á þinn hlut og auðmýktin sem varst búin að safna upp, allt í einu bara fýkur burt og það kemur reiði í staðinn. Sjáðu, við vitum þetta allt, vitum hvernig þetta virkar, en okkur tekst ekki að framganga í því. Og ég engin undantekning. Sjáðu, þess vegna þurfum við að halda áfram að vera lærisveinar og leyfa honum að kenna okkur og breyta eftir honum. Vegna þess að lærisveinn, hann vill bara vera lærisveinn til að verða eins og lærimeistari hans. Og ef við viljum vera eins og lærimeistarin okkar, að þá viljum við líkjast Jesú. Og sjáðu, það svo langur vegur hérna á milli. Fólk segir, já, ég trúi alveg eins og þú, Kristinn, og ég vil lesa alla Biblíuna. Vá, ég sagði, ég hef nú kannski ekki lesið alla Biblíuna, samt þegar ég búin að vera að lesa hana í 30 ár. Það svo margir sem segja, ég hef lesið alla Biblíuna og bla bla bla, og ég trúi alveg jafn mikið á þú. Það snýst ekki það. Viltu líkjast Jesú? Viltu leyfa honum að móta líf þitt? Viltu ganga með honum? Það margir sem trúa, og það gott. En viltu vera lærisveinn? Viltu segja við Drottinn eins og Davíð, kenn mér? Sjáðu Davíð. Var hann fullkominn? Nei. Hann drap mann og annan, tók konu annars manns. En af hverju segir Guð, þarna maður eftir mínu hjarta? Þú ert ekki fullkominn heldur. Ég ekki fullkominn heldur. En það hjarta sem Guð lítur á. Davíð, hann grét, hann iðraðist. Og hann sagði, kenndu mér Drottinn. Ég vil ekki vera svona, kenndu mér Drottinn. Vísaðu mér veginn Drottinn. Kenndu mér. Eitt gott við að vera í kirkju, eða vera hluti, Biblían kallar kirkjuna líkama. Og það það. Jesús, hann sagði, þetta líkami minn, í síðustu kvöldmáltíðina, að eitt gott í þessu öllu saman að við erum líkami, og í fyrra Korintubréfi 12:26 segir, ef einn limurinn þjáist, þá þjást allir með honum. Ef þú ert með tannpínu, þá allur líkamiðinn upptekinn af tannpínunni. Ef þér illt einhvers staðar í líkamanum, að bara, þó það sé bara einn fingur eða hvað það að þá allur líkaminn upptekinn af því. Og líkaminn vill fá þennan hlut í lag. Og það finnst mér svo gott að stundum þegar við ekki getum, ég get ekki lagt hendur yfir sjúkan eða fengið þennan læknaðan, þá kannski einhver annar sem getur það. Mér verður á og ég niðurþryktur og niðurbeygður og ég bara búinn á því, þá einhver annar sem kemur og tekur utan mig og hann lyftir mér upp og hann hjálpar mér meðan ég búinn á því, þangað til að styrkjarinn heilagur andi hefur sett mig í fæturnar, kennarinn, hann setur mig í fæturnar aftur. Þannig að það svo gott að vera hluti af líkama.
Og við erum ekki ein. En það þetta hróp sem ég vil skilja eftir hjá ykkur í dag, þetta hróp Davíðs, að kenn mér. Ég vildi óska að það væru allir svo uppteknir af þessu að hrópa til Drottins og segja kenn mér. Þegar ég tók á móti Jesú Kristi sem frelsara, þá fór ég allar mögulega samkomur sem ég gat fundið. Mér var alveg sama hvort það var þarna eða þarna. Ég vildi bara fá að vita, ég vildi fá að læra. Ég las Biblíuna, Nýja testamentið á frívaktinni, á togaranum, fór með það niður í vélarúm og las. Þetta var svo spennandi bók. Það hafði eitthvað gerst hið innra með mér. Ég hafði fundið veginn sem var Jesús Kristur, hans andi var kominn inn og hans andi byrjaði að leiða mig. Þannig að ég bið Drottinn þess að þú megir finna þetta hróp Davíðs í hjarta þínu og segir með honum, vísa mér, Sálmur 25:4, vísa mér vegu þína, Drottinn, kenn mér stigu þína. Það er lækning þar, það er hóvar, það er auðmýkt, það er allt sem við þurfum þar. Lát mig ganga í sannleika þínum, kenn mér, því að þú ert Guð hjálpræðis míns. Allan daginn vona ég á þig. Það er bæn mín að þetta verði forgangsatriði í lífum okkar. Að finna Drottinn, forgangsatriði. Marga hef ég hitt í gegnum árin sem segja ég kem í kirkju ef ég hef tíma til þess. Margir höfðu aldrei tíma til þess og fóru á þess að koma. Og mér finnst það svo sorglegt ef að fólk fer í gegnum allt þetta líf á þess að finna tilgangslífsins sem að Jesús Kristur, vegurinn, sannleikurinn og lífið. Amen. Faðir, við bara þökkum þér fyrir kærleika þinn, að þú ert svo góður og þú ert að leita að okkur öllum og þú pikkar okkur upp hér eða þar þegar við förum villur vegar og þú, Drottinn, dæmir okkur ekki, nei, þú elskar okkur. Þú uppörvar okkur, þú byggir okkur upp, Drottinn, og þú vilt að við göngum veginn með þér og ég er þakklátur og það eru forréttindi að fá að ganga veginn með þér. Og Faðir, ég bara bið þig fyrir systkinum mínum hér í dag, ég bið þig að þetta hungur megi koma niður í hjarta eins og sérhvers, að þeir megi sjá þig sem kennara lífsins og þeir megi hrópa á þig, kenn mér, ó Guð, vísa mér þinn veg, ó Guð. Amen.